Komið nú sæl og blessuð. Og ég heilsa ykkur í nafni Jesú Krist frá Nasaret. Hann frelsarinn minn og ég viðurkenni hann sem herra minn og leiðbeinanda minn og auðvitað leið á frelsara minn. Já, nefnilega frelsara. Þarf ég frelsara? Ég varpa þessari spurningu yfir til þín. Þarf ég frelsara? Fyrir eftir í hvernig ég lít á málið. Ef ég viðurkenni að sé synd í heiminum, þá viðurkenni ég líklega leið að það líka til dauði í heiminum. Það vegna dauðans sem ég þarf frelsara. Án frelsarans ég útilokuð manneskja. Og núna veit ég, áttaði mig ekki á áður, að ég meira en hold maður í holdi. Ég líka, og ég fyrst og fremst, andi. Andleg vera. Og andleg vera það sem Drottinn skóp og það sem Drottinn skapar eilíft. Þannig við heyrum að hér verið að boða grafalvarlegan boðskap sem erfiðlega hefur gengið að koma til skila af því að það synd í heiminum. En Drottinn, frelsarinn, hann dró okkur upp úr syndinni og fór að kenna okkur sannleikann. Sannleikann að við erum meira heldur en það sem við sjáum. Og þegar við áttum okkur á því, gæti fæðst fram þakklæti fyrir þennan frelsara sem að frelsa okkur frá þessu. Og það náttúrulega hörmulegt til þess að hugsa að menn og konur ráðist massíft skipulega á þetta verk sem Drottinn vann vegna þess að það búið að þyrla upp ryki í kringum þetta mál. Blessað fólki því í vorkunn. Það veit ekki betur. Hvað sagði ekki Kristur á krossinum? Þegar fólk sem þar var að horfa á hann deyja, gerði alls konar bommörtur til þess að niðurlægja Krist jafnvel þar. Þeir skóku höfuð sín var sagt og þeir sögðu, þú sem getur bjargað öðrum, bjarga nú sjálfum þér. Þá var hann upp á krossi búið að negla. Honum ætti algjört miskunnarleysi. En þetta fólkið. Þetta afvegaleitt fólkið sem skilur ekki að hann sem þarna var frelsari. Skilur þú það? Skil ég það? Ég bið Guð já að ég skilji það. Og ég trúi á Jesú Krist og ég trúi að hann sé þessi frelsari. Og þess vegna líka eru bæði ég og fleiri að segja þessa leksíu að við vitum að aðrir meðtaki þetta fyrir sig. Við þurfum nefnilega að meðtaka boðskapinn hvert út af fyrir sig. Þegar ég, bent á sjálfan þig, þessi manneskja, þessi andlega manneskja sem lifi eilíflega. Með öðrum orðum, ég held áfram að vera til og þegar ég áttaði mig á þessu, það gerði trúargöngu mína talsvert alvarlegri fyrir mína parta. Og þegar við tökum trúargöngu okkar svona, þá erum við líka að taka hana rétt, því hún grafalvarleg.
En þetta, eins og við vitum, hefur allt verið haft í flimtingum, að þeim menn þekki ekki hvað er í gangi. Þetta er svona megin áatrið þess að við þurfum að fræða. Við reyndar erum ekki að fræða neitt. Kristur í gegnum okkur er að fræða mann og annan. Hann er að fræða þennan einstakling, hann er að fræða þig og alla sem að taka við svona boðskap. Hann er að fræða þá þetta grafalvarlega mál, hvað við erum og hvers vegna við erum hérna. Við erum skapaðar verur og það sem Drottinn skapar er eilíft. Það fer aldrei. En allir vita að í daginn þá hverfur líkaminn undir moldina og hann eyðist þar. En eins og vorum að segja áðan, við erum meira en þetta. Og þess vegna erum við að boða trú, af því að við erum meira en þetta. Þess vegna lifir Biblían, orð Guðs, og stendur af sér allar árásir. Af því við erum meira en það sem við sjáum. Og þetta er það sem hefur gengið í gegnum kynslóðurnar til okkar daga. Að við erum meira en þetta. Og hvernig tökum við svona boðskap? Ég veit það ekki. Veit þó að margir taka honum fagnandi, en aðrir kannski minna fagnandi og einhverjir snúa sig frá fustandi og saugjandi. Þetta er manneskja, þetta er fallinn maður sem sér ekki það sem er rétt. Hann er mataður auðvitað, við erum fróðlegs fúst fólk og það þarf að mata þennan fróðlegs fúsa mann og það er gert, en ekki alltaf leitast við að segja nú sannleika. Svona er hægt að afvegaleiða mann. Hann trúir því að rangt sé rétt. Er ekki hellingur til í þessu? Horfðu í kringu þig. Þú sér þetta hvar sem er. Að rangt verður rétt. Og það sem er rétt er sett til hliðar. Það er meira að segja komið massíft gegn því sem er rétt. Hvernig má svona vera? Eins og vorum að tala áðan, það er synd í heiminum. Og hún fer mikið. Og syndin talar ekki það sem er rétt, af því hún er synd. Þannig er það nú. Þannig að við erum lökkuna pannfílar að eiga frelsara, ját út frelsara, segja við sjálfum svo aðra, hann er frelsari minn og hver er hann, þessi hann? Jesús. Eins og einn sagði við mig eitt sinn fyrir mörgum árum, það var mikil opinberun fyrir mig, sagðan, þegar ég áttaði mig á að Guðinn minn heitir Jesús. Já, mér finnst þetta gott í honum. Hann var einn af þessum mönnum sem var að leita og bjóð sér til fullt af guðum. Það viðurkenndi það nú fyrir mér, ég var svo sem ekkert að pumpa hann það, við verðum ekkert það. En svo allt í einu, að því að Guð er góður, hann er frelsari, allt í einu bara birtist hann honum með þeim hætti að hann var 100% vissum að Jesús væri þessi Guð sem leiddi hann alla leið. Og ég veit ekki annað en að þessi ágæti vinur minn og bróðir sé ennþá sínum stað hvað þetta varðar. Ég reyndar ekki hitt hann í mörg ár í dag. En ég trúi því að hann sé þar sem hann sagðist vera síðast ég hitt hann. Þá var hann með sama Guð og ég og minn Guð eins og hans Guð heitir Jesús. Hann er frelsari minn og hann er líka frelsari þessa ágæta bróðis og frelsari allra sem játa þetta nafn. Þetta er nú ekki flóknara en þetta. En þessu verðum við að trúa. Út á þetta verðum við að ganga. Þarna ættum við að vilja vera.
og það er alveg hægt að vera þar og lífið þar verður betra og betra. Það er að segja, ef við öll sem tilheyrum drottni gerum það sem drottin er að bjóða. Veistu hvað skeður þá? Það skeður margt. Svokallað ego dettur á okkur og inn kemur það sem að drottin er að boða. Það sem frelsarinn stendur fyrir. Og hvað stendur hann helst fyrir? Hann leyfir kærleikanum að vaxa. Í okkur. Í kærleikanum til frelsarans, til Jesús, þurfum við að elska hvert annað. Eins og hann elskaði. Og þegar við erum komnir á þennan stað, er þetta að lofa því að samfélag verður gott. Það getur ekkert neitt orðið annað en gott. Á hvaða staði eru við þar? Eru við í þessu kærleiksríka samfélagi? Ég veit ekki svo sem hvað menn segja. Og stundum eru við þetta eigingjöf. Við viljum að þessi og hinn geri þetta og hitt fyrir okkur. En við leggjum ekkert fram sjálf til að því geti orðið. Þannig erum við menn. Þannig við þurfum á leiðsögn, prívat leiðsögn frá Jesú Kristi, frelsarunum. Það er ekki annars rétt. Þurfum við að rökræða það eitthvað svo mjög. Ég held að allir sem ber eitthvað skinnbragð á kristna trú taki undir það að þetta er málið. Það er allt til, við eigum allt, við höfum allt til að gera þetta, en við gerum þetta bara stundum. Af hverju? Af hverju gerum við ekki alltaf það sem er rétt? Getur einhver svarað því? Það getur enginn svarað því, en við gerum ekki alltaf það sem er rétt. En eitt vex, það er að vilja gera það sem er rétt og það er kristni í verki. Þannig við höfum markmið, ekki að byggja stærra hús, ekki kaupa flottari bíl, ekki fara í flottari utanlandsferð. Við höfum markmið að verða þetta að því við viljum líkjast frelsarunum okkar. Það er einhvern veginn vex í hjartanu og hitt lítum við á, ef við lítum einhverjum augum á það, sem bónus á lífið okkar. Eins og Kristus segir á einu stað, leiti fyrst ríkis míns og réttlætis, þá munuðu veitast þetta auki. Þetta hvað? Til að mynda ferðalagið okkar, til að mynda bílkaupin okkar, til að mynda húskaupin okkar og svo framvegis og bara nefndu það getur alveg verið í þeim pakka. En þú leita fyrst ríkis hans og réttlætis. Af hverju? Þá ertu alltaf með sjálfan þig á réttum stað í nafni frelsarans. Og það er markmið. Það á að vera markmið, skal vera markmið, en einhvað sem ég þarf sjálfur að taka ákvörðunum, þú getur ekki tekið þessa ákvörðun fyrir mig, þó svo mjög þú vildir það. Þú getur það ekki. Sumt, það er einstaklingur að gera sjálfur. Og hver veit ekki þetta? Ja, ég veit svo sem ekki hvað fólk veit, en svona er þetta. Þess vegna hömrum við á orði Guðs. Þess vegna bendum við endalaust á Jesú sem frelsara. Og við erum aðeins að tala um það, af hverju frelsara? Frá hverju? Við yndislegar manneskjur, vissulega. En við höfum nú gert ýmsa skráauguna saman, þó við séum þetta yndislega fólk. Þannig það er ekki neitt til þess að miða eitt eða neitt við. Og maður í synd, hann miðar alltaf við sjálfan sig. Þess vegna líka er heimurinn eins og hann er. Kaos. Er það ekki rétt? Kaos. Vandræði. Engar úrlausnir. Menn klóra sér í höfðinu. Hafa engin ráð. Það er ekki rétt. Horfðu í kringu þig og horfðu út í heim.
Þú sérð ráðaleysi þar vaðandi fram og tilbaka. Og við sjáum að sé ekkert hægt að gera. Og kannski það rétt að ekkert hægt að gera. Samt stoppar þetta. Af hverju? Loksins þegar menn eru orðnir dauð uppgefnir á þessu, þá stoppar það. Er það ekki svolítið þannig? Þannig við sjáum að þessi leið, hún er ekki spennandi. En ég væri þar í þessari hringekju, hefði drottinn ekki komið og togað mig upp úr þessu. Það heitir frelsari. Það heitir frelsun. Og það er ég í dag. Undir frelsisverki lifandi upprisis Jesú Krist. Þarf ég meira? Ég þarf ekki meira, nei. Ég svara bara fyrir mig, ég veit ekki með þig, en ég þarf ekki meira. Og ég liði allsnægtir. En ég er ekkit ríkur, ég er náttúrulega stórríkur maður, en ég á ekkit rosalega mikið af peningum. En samt alveg nóg fyrir mig. Á hverju? Þessi drottinn hefur blessað fjármuni mína. Trúir þessu? Ég veit ekkert hverju þú trúir, en þetta er staðan. Og þú getur verið þarna, ef þú vilt. Og það er leið að þessu máli, merki, gæti verið svona öflugasta leiðin og áhrifaríkasta leiðin, það er að byrja á því að hætta að vera kvarta. Sumir elska að kvarta. Og maður hefur svo sem örugglega verið þar oftar en maður vill. En ekki finnst mér það nú skemmtilegt að vera að hlusta á menn kvarta. Og ég veit að öðrum finnst það ekki heldur þegar ég er að kvarta. Þannig við sjáum að við sem manneskjur erum alltaf öll á sama bát. Við erum þetta, við erum hitt, kristnir menn eru þarna líka, en hafa alltaf ljósið fyrir fram að sig. Og hver oft hefur ekki þetta ljós hrist á til. Hei, hvert er þú að fara? Og við áttum okkur, það er svona, það er best að drífa sig til drottins aftur. Þetta er munur. Munur er engin annar. Yfir kristnum manni er ekki eitthvað ljós. Er ekki eitthvað ljósbaugur. Það er bara teiknimynda saga. Hann er bara eins og þú. Hann glímir alla glímur sem þú glímir. Eina sem hann hefur fram yfir er frelsisverk drottins. Það er ljósið sem við vorum að benda á áðan. Aðrir eru yfirburðirnir ekki. Og hverjum þakkar hann þetta? Auðvitað honum sem vann þetta verk. Hann heitir Jesús. Hann er frelsarinn minn. Og stendur undir því nafni 100%. Ég bregst alls konar við deginum. Og örugglega eins og þú ekkert alltaf rétt. Og örugglega líka eins og þú ekkert alltaf neitt sérstaklega skynsamlega. En ég er frátekinn af Kristi. Af hverju? Hann segir það sjálfur. Ég mun ekki sleppa þér hendinni, né yfirgefa þig. Þetta er orð frá honum, ekki frá mér. Og ég þarf stundum að minna mig á það allt þetta. Af hverju? Ég er bara eins og þú. Veiklunduð manneskja sem þarf að berjast oft á tíðum fyrir því sem ég á. Berjast við einhverjum og sér í lagi sjálfan mig. Stundum nefnilega vildi ég gera eitthvað allt annað. En svo er trúnni fyrir að þakka að henni hefur tekist að rótfesta svo í mínu hjarta að þó að þessi svona hugsun bærist í mér, þá er hún ekkert meira heldur en það. Ég veit hvað er framöndan. Ég segi, ég verð að halda áfram. Ég get ekki stoppað, ég get ekki hætt núna. Það er of mikið í húfi.
alveg eins og þegar maður áttaði sig á því að í manni lifði partur til eilíðar. Hann er ennþá á sínum stað. Og ég er ennþá starfandi manneskja hér í þessum heimi. Starfandi. Ég starfa í Jesú nafni og hef gert það lengi. Það er gilt starfið ekki. En hvað með þig? Ekki svo að skilja að mér varði eitthvað það eða komið það neitt við. Hvað verður miklum tíma með Jesú á hverjum degi? Kemur nú þessi spurning einu svona enn, segiru. En þetta er mjög góð spurning. Hún er ekki sett fram af neinni afskiptasemi, heldur fyrir mig og okkur öll til þess að ígrunda. Hey, hvað er ég að gera, gefa Kristi mikinn tíma á dag? Já, ég gefa nú einhvern tíma á dag. En stundum örugglega vildi ég að ég hefði gefið honum aðeins meiri tíma í dag. Við vorum að stund í gær í Smárakirkju og ég kom þess að stormsveipur inn með verkefni, var alltaf að gera eitthvað. Þetta segir nú líka til mín að maður er nú ekki fullkomin manneski, en það er ég ekkert að, ég held að það sé mjög leiðileg manneski sem er fullkomin manneski, þannig ég reyni það nú ekki einu sinni. Ég vil vera skemmtileg manneski. Og ég sem það fer beint inn í tölvuna mína, ég er hérna með aðstöðu í kirkjunni. Svona þegar ekkert er verið að nota hana, þá má ég vera þar. Og ég helli mér í það sem ég var að gera, skrifa, þú veist, allt það. Og hérna, svo er ég á kafið því og svo er náttúrulega líði tíminn og svo kemur að því að ég fara á stundina og sem ég ger alltaf. Og ég var að berjast við að koma mér út úr þessu verkefni bara megin hluta stundarinnar, þannig hún fór fyrir ofangarð og neðan. En sem betur fer var hún nú það löng að ég náði nú að setja mig inn í þetta allt saman og naut restarinnar, naut þess auðvitað alls, en ég var svolítið upptekinn við verkefnið mitt á stundinni. Og ég sagði og segi við sjálfum mig, Konráð, þetta gerir þú aldrei aftur. Þannig að maður er ekki fullkominn og maður þarf að setja fókusinn á það sem maður ætlar að fara að gera, svo líka það er tími fyrir allt. Líka verkefnið sem þú ert að sinna. Það er tími fyrir allt. Og hvað sagði ekki Kristur? Leiti fyrst ríkis míns og réttlætis, þá muniður þetta veitast að auki. Veist, það er tími fyrir allt. Hann mun sjá að það sé tími fyrir allt. En hann vil eiga sinn tíma og þá vil hann líka að ég sé frátekinn vegna tíman sem hann er með. Er það ekki sanngjarnt? Það er sanngjarnt, jú, og verður sanngjarnara í því ljósi að hann er frelsari minn. Er það ekki stórt orð? Frelsari minn. Við vorum aðeins að drepa á það hvað það merkti. Hann togaði mig upp úr syndinni. Það merkir það. Og meira, ég er á leiðinni til eilífa lífsins, þessi manneskja er á leiðinni þangað. Hún mun ekki deyja. En hversu torskilið er þetta orð að deyja ekki, þegar við erum daglega að fá ykkur fregnir af andláti mannesku. Og einn daginn færðu fregnina þennan mann, hann sé kominn í kistuna. Og ég kannski þig. Ég fer ekki undan. En ég veit á hvaða leið ég er og ég veit hvert ég er að fara. Þannig að þetta er ekki áhyggjuefnið fyrir mig. Og hefur ekki verið áhyggjuefnið fyrir mig frá því að ég frelsaðist árið 1989, eins og ég hef margoft sagt. Þá hvarf þessi ótti sem kom yfir mig alltaf annars slagi það að deyja. Og hver vill deyja?
Hvað sagði ekki Kristur? Segir ekki Kristur, leiti fyrst ríkis míns og réttlætis og þar fram eftir göttunum. Hvað vill ég? Ég vill þetta, ég vill Krist, hefur gengið með honum í áratugi og ég segi þig, ég er ekkert að fara. Hann mun fá að njóta og nota mína krafta og meðan einhver kraftur er í þessum líkama sem einn daginn fer, hverfur, verður ekki lengur hér, en einstaklingurinn að baki þar sem hann hefur valið sér stað. Og ég veit að það er hjá Jesú. Hver er staðunni þinn? Hver tekur við þér? Ég held að þetta sé holl spurning. Ég held að þetta sé hollt að velta því fyrir sér með býtu hvað verður eftir að þetta líf kveður mig. Já, þetta líf kveður mig. Ég er inn í þessu lífi. En svo tekur annað við. Og hvernig verður það? Ég veit það, hvernig það verður. Að einhverju marki. Ég les orð Guðs, það verður þannig. Nákvæmlega veit ég ekki hvernig þetta er. En ég veit að það er það sem við höfum alltaf vilja hér. Kærleikur, elska, vinátta. Engin útilokað, allir með og meira en velkomnir. Þannig verður þetta þar. Er þetta ekki góður boðskapur? Og er ekki svona viss fögnuður í hjartanu að vita þetta og vera þar? Ég segi, dauðinn í þessu ljósi er afstæður og ekki öðruvísi. Þannig að við ætlum ekki að vera með í því að klóra augun hvort úr öðru. Við ætlum að passa okkur á því að koma okkur ekki þangað. Leyfum þeim sem það vilja að sjá þau mál öll. En við ætlum að elska Jesú áfram. Því hann er elsku verður. Hann er það sem við ættum að vilja vera hjá. Dvelja hjá, starfa með og starfa hjá, en við ráðum þessu öllu sjálf. Við ráðum þessu öllu algjörlega sjálf. Og það verður aldrei með neinum öðrum hætti en við ráðum þessu sjálf. Hvað segir Kristur? Svo við endurtökum það. Já. Hvernig var þetta aftur? Velji mig fyrst. Ég er búin að gleyma því. En þú kannt þetta alveg svoleiðis reipregnandi að ég þarf ekki að fara með þetta einu sinni. En ef ég man þetta rétt og eftir þá kem ég með það. En þetta er það sem að Drottinn vill segja við ykkur í dag. Og við erum að fá bara fínasta boðskap. Og akkur ekki. Akkur ættum við ekki að fá fínasta boðskap. Erum ekki að tala... Er ekki Drottinn sjálfur að tala til okkar? Hinn fullkomni, sem gerði allt fullkomin, er fullkomin. Er hann þó ekki með fínasta boðskap sem vel er á? Það liggur alveg í farvatninu, það er. Og getur ekkert verið neitt öðru sér. Þannig við hlustum þegar Drottinn talar. Og hann næra að fanga okkur svo, mörg hver, að við meira að segja hlustum til enda. Svo þegar síðasta orðið er komið þá segja, það er alltaf gott. Það er alltaf gott. Við þökkum Jesú fyrir það. Við þökkum frelsarann fyrir það. Hann er að tala. Hann er að fræða. Hann er að kenna. Hann er það sem við viljum að sé. Hann er eins. En þekkju það. Mörg þekkja hann já, mjög vel, og þeir taka undir það sem hér er sagt. Og allir geta þekkt hann mjög vel.
En þeir verða þó að leggja sig eftir því að ná takti við hann. Hvernig gera þær það? Með því að lyfta höndu sínum upp til hans. Hér er ég drottinn og fræddu mig þig. Við getum talað svona. Og mörg af okkur líka tölum svona. Og mörg af okkur af þessu hafa skotið rótum og þær eru orðnar mjög djúpar. Og það eru fleiri ég sem segja, ég er ekkert að fara neitt. Hvert á ég að fara? Drottinn hefur hið eilífa líf. Og eru þá komin á staðin sem Pétur stóð á þegar hann sagði þetta, hvert á ég að fara? Þú hefur eilíft líf, eitthvað í þeim dúr. Þetta er sannleikur. Þetta er yfirlýsingum, þú ert frelsar. Frelsarinn minn. Hann sem að Pétur horfði á var frelsari Péturs. Ég hef ekki séð Krist eins og Pétur sér þarna, en Kristur er frelsari minn samt. Hann nefnilega reis upp. Hann birtist lærisveinunum á margvíslegan hátt. Þeir voru nokkrir saman. 1, 2, 3, 4, 5 segja það. Allt í einu orðni 6. Þá bara stóð Kristur þar í mannsmynd, bara eins og þú sér mig. Hann hefur vald á heimni og jörðu og getur gert allt sem hann vill þegar hann vill. Og hann gerði það þarna. Ekki fyrir sjálfan sig. Til þess að Pétur og hinir eldust í sinni trú. Við erum í raunverulega að sjá sama, en við sjáum það í and okkar. Og við veitum að þetta er sannleikurinn sjálfur. Og hver efast sem trúir að Kristur sé neitt annað en upprisi? Hver efast sekúndum það? Ég veit það ekki, en allavega ekki ég. Ekki skil ég allt, rétt er það. En ég trúi að Jesús sé upprisi. Og ég trúi að Kristur sé minn frelsari. Og það hingað til hefur alveg nægt. Þess vegna er þessi dagur uppi núna og ég þarf að gera það sem ég geri á öllum dögum, að ég reyni að draga mig nær honum, að læra meira af honum. Og ég hef leyfi til þess og ég hef allt til þess. Ég hef trúna í hjarta mínu. Trúna sem Drottinn gaf mér 1989. Hún er þarna enn. Og svo er Guði fyrir að þakka og hún hefur fengið að vaxa. Mín trú verður aldrei neitt stærri en þín trú. Hún verður heldur aldrei neitt minni en þín trú. Þetta snýst ekkert það. Þetta snýst það að leggja rækt við það sem maður á. Og eins og ég sé þetta, þá fyllist rúmið sem að trúin er upp í barma. Og það er markmið. Þannig að Drottinn gefur okkur alls konar sýnir og ljós inn í þessi mál sem að útskýra fyrir okkur hvað er í gangi og þetta verður miklu áhugaverðar allt saman. Og við viljum það ekki. Sum okkar elskum allt svona. Einkum og sér að lagi elskar sumt fólk að vaxa í trúnni. Og það veit hvernig það gerist. Til að mynda með því að hlusta á góða kennslu, til að mynda með því að taka sér taki sjálfur og gera alls konar sem þarf og trúin vex og bera gæfu til þess að leita Guðs ríkis fyrst því að þá munum við fá allt þetta á eftir. Fyrst. Svo kemur hitt. Fyrst. Hvað er fyrst hjá þér? Ég veit það ekki. Hvað er fyrst hjá mér? Það er til að mynda það að ég svona með allra fyrstu verkum svona flesta morgna er að lesa í orði Guðs. Og stundum ger ég meira en að lesa orð Guðs. Stundum skrifa ég orð Guðs. Og stundum tala ég orð Guðs eins og við erum að gera hér. Af hverju? Þetta er köllun mín að gera þetta.
Þannig ég í fullri vinnu, minn kæri. Ég vakni ekki bara á svipuðum tíma og þú, sem að stundar vinnu, já, hjá vinnuveitanda. Minn vinnuveitandi heitir Jesús. Þinn vinnuveitandi heitir kannski eitthvað fyrirtæki. En þú þarft þá að sinna því. Og þú sinnir því. Annars verður rekinn, þú veist að þú vilt ekki vera rekinn. Og þess vegna á ég trú sem ég vill sinna. Þetta er því ég vill sinninni. Ég geri það sem þarf til að sinninni. Ég vill sinninni. Ég elskaði sinninni. Kannski elskar þú ekki vinnuna þína. En ég elskaði að sinna minni trú og það er mín vinna í dag. Ég sá lukkunar Pamfíll að eiga þetta. Þú getur átt þetta, eignast þetta. En þá verður líka að taka þið frá fyrir Jesú. Við þekkjum það. Sem gera það. Ganga út úr öllu. Og mæta, ég vil ekki segja fátækt, en mæta peningaskorti. Og þeir sjá að ekki eru menn hlaupandi frá hægri til vinstri til að gefa trúboðunum peninga.